Börnin okkar erfa ekki bara landið, þau taka við því hlutverki að gæta andlega menningararfsins handritan okkar. Í stofnun Árna Magnússonar eru varðveitt handrit sem geyma íslenskar miðaldabókmenntir, eins og Sturlungu. Sumir hafa líkt áföllum samtímans við siðrof og hrun íslenska þjóðveldisins. Kreppur koma og fara, stórveldi vaxa og hrynja, en handritin halda sínu gildi og verða áfram viðfangsefni vísindamanna. Þau eru nú fyrst og fremst einstök vegna þess að þau eru skrifuð á tungumáli þjóðarinnar. Þessar bækur eru svona með einhverjum hætti svona einhver gullfótur sem okkar líf hér í landinu stendur á, svona allavega í andlegum skilningi. Þannig að ég held nú að það sé sjálfur sér ekki mjög djúpt af þeirri hugsun hjá svona öllum þorra fólks. Það óumdeilanleg staðreynd að Íslendingasögurnar til dæmis eru partur af heimsbókmenntunum og þess vegna eru það lesnar út allan heim ennþá sem bara bókmenntir, sem skemmtilegar sögur og áhugaverðar. Fyrir Íslendinga eru handritin sem hlutir einhvers konar tákn líka fyrir blómaskeið. Hér eru geymd ómetanleg handrit menningu og sögu Norðurlanda og raunar stórs hluta Evrópu, allt frá miðöldum til nýaldar. Íslendingasögurnar eru skýrt dæmi um verk sem handritin forðuðu frá gleymsku. Þau eru dýrgripir í sjálfu sér sem hlutir sem við horfa á, en þau geyma auðvitað ótrúlega merkilega texta og ekki bara fyrir okkur, Íslendinga eða Norðurlanda búa, heldur telji heiminn allan. Og nú hefur UNESCO til dæmis viðurkennt safn Árna Magnússonar sem eitt af dýrgripum á alþjóðlega mælikvarða. Og þar er verið að tala sérstaklega efnið, textana, sögurnar, kvæðin sem varðveitast á þessum tíma og miðlast inn í okkar samfélagi í dag. Þetta eru lifandi bókmenntir í dag. Hvað sem fólki finnst nútíman, þá getur hann verið gjöfull á upplýsingar. Nú hafa allir aðgang að rafrænni útgáfu handritana. Þetta er ekki lokuð varðveislustofnun eða rannsóknarstofnun fyrir fáa. Heldur eru við hér til að miðla þessu sem við erum með, opna það auðvitað með okkar rannsóknum en líka hleypa eins mörgum inn í þetta, þessi verðmæti eins og við getum. Þannig að handritin eru komin á netið? Þau eru komin á netið, já.